Og þá ætlum við að snúa okkur að allt öðru og það er stærðfræði og hræðsla við stærðfræði og nýtt úrræði fyrir landsmenn alla, hvernig maður getur verið heima hjá sér og bætt við stærðfræði þekkingu sína. En hingað eru komnir Kolbeinn Sigurjónsson og Halldór Þorsteinsson og Halldór var nú hérna í þætti daginn kallaður snillingur vegna þess að hann hefur kennt stærðfræði í Hringsjá sem er náms- og starfsendurhæfing og margir sögðu frá því að þeir duttu út úr skólakerfinu því að þeir áttu erfitt með stærðfræðina en hafa í Hringsjá fengið svona auki sjálfstraust og eru farnir að höndla stærðfræðina ágætlega og þakka Halldóri það. Verið velkomnir. Já, takk fyrir það. Hvers vegna eru þar meðal ég svona margir hræddir við stærðfræði? Við þekkjum það mörg að fá alveg ef maður fær martröð, einhverja stressmartröð, þá er það, maður er á leið í stærðfræðipróf og lesin. Jú, það er nú kannski hluti af þessu er að það er mikið talað það að í þjóðfélaginu hversu stærðfræðin og þessi raungreina fög eru erfið, hversu þung þau eru og við svona heyrum það svona út undan okkur að þetta sé allt mjög erfitt, þannig að andinn í þjóðfélaginu er svolítið þannig að þetta er erfitt að læra og svona þannig myndar svona hjá nemendunum svona neikvæðar forhugmyndir fæið og það náttúrulega gerir síðan þeir sem eiga mögulega erfitt í þessu fæi að það verður þá bara ennþá erfiðar í rauninni vegna þess að umtali í kring, jafnvel hjá foreldrum og nærumhverfi er svona á þessum neikvæðu nótum og það jafnvel talið bara eðlilegt að það sé svona í lagi að kunna ekki stærðfræði, það geti ekki lært stærðfræðina slíkt en það að sjálfsögðu þarf ekki að vera neitt náttúrulögmál. Geta allir lært stærðfræði? Já, ég tel að það sé alveg hiklaust að allir geti lært stærðfræði ef að svona við leggjum okkur fram í það, bæði kennarar og nemendur að þá með svona ákveðnum aðferðum og jákvæðni líka. Þetta hefur með andlega þáttin líka að gera að við séum svona jákvæð gagnvart þessu fæi og við séum svona tilbúin til þess að leggja á okkur og náttúrulega stór hluti í þessu er að sjálfsögðu kennslan að við kennum fæið á þeim nótum að nemandinn skilji og ekki bara nemandinn sem kannski er svolítið glúrin í þessu og er nokkuð með þetta allt á hreinu og þetta bara leikur við, heldur þurfa að hugsa nemendur sem eru í erfiðleikum og sá hluti af nemendahópnum á grunnskólastigi og í raun á fyrstu stigum framhaldsskóla er mjög stór og við þurfum virkilega að huga að honum og þannig að þetta er svona í rauninni geta allir lært stærðfræði, nemandinn það líka leggja á sig og koma og vera tilbúin með þetta jákvæða viðhorf og þessar í rauninni neikvæðu forhugmyndir geta skemmt mjög mikið fyrir í lærdómnum og það að við gefum þessi tækifæri að þessu fæi sem að er mikið rætt hversu erfitt sé að þá opnast þessar stöðvar kannski heilanum, þessar svona jákvæðni stöðvar, við getum kallað það sem svo, sem að gerir það verkum að við opnum fyrir og hleypum þessu rauninni að. Þannig að með þessari neikvæðni kannski gagnvart þessu fæi, þá lokum við mjög mikið fyrir og hugsum, þetta er ekki fyrir mig og það er ósköp eðlilegt að ég get ekki lært þetta og fyrir að tala neikvætt til okkar sjálfra og það er náttúrulega ekki uppbyggilegt og ekki vanlegt til árangurs, þannig við þurfum að huga að þessum andlega þáttin líka gagnvart þessu fæi og svolítið opna fyrir að við getum lært. Þannig að þú ert heilmikið í því, Halldór, til mig sjá Hringsjá að bara telja fólki trúum, jú, þú getur þetta og svona opna á jákvæðnina. Já, það er náttúrulega í rauninni aðalatriði hjá okkur í Hringsjá, þessi einstaklingsmiðaða kennsla, hún náttúrulega er það sem skiptir öllu máli og fá nemendur sem að kannski hafa þessa neikvæðu hugmyndir fæið og hefur jafnvel á þessu stigi, kannski 7. til 8. bekk, það sem oft byrja vandamálin með stærðfræðinni ef við séum að á annað borð náum ekki fullum dampi í fæinu og mjög stór hluti á þessu aldurspili dettur af sporinu, dettur af lestinni,
En við í Hringsjá, við höfum svolítið þann vinkilinn á þessu að við höfum mjög einstaklingsmiða nám og við rauninni giskum ekki á það hvar nemandinn mögulega hefur dottið af sporinu, heldur byrjum við bara kennsluna frá grunni og á þessum grunnaðgerðum öllum sem að við þurfum að læra í þessu fagi eins og samlagningu, frádrætti, margföldun og deilingu og þaðan frá höldum við bara áfram í eins og nemandi treysti sér til og fyrsti tíminn til dæmis á önnunni hjá okkur í Hringsjó í starffræðin fer bara í svona sálfræðilegt tal. Já. Hverju eru að þessu? Til hvers þarf ég að læra þetta fag og svona brjóta niður þessar neikvæðu forhugmyndir. Já. En Kolbeinn, þú starfrækir betra nám sem sérhæfis í námsúrræðum fyrir nemendur sem eiga erfitt uppdráttar í námi, oftast vegna lesblindu eða athyglisbrests. Og þarna, það náttúrulega starffræði erfiðleikar eru mjög útbreiddir þarna. Þú ert með og þið bjóðuð upp á bara nýjung fyrir þá sem að vilja, hvar á landi sem vilja bæta við sig starffræðiþekkingu. Já, það rétt. Ég náttúrulega mörg ár hitt nemendur sem eiga mjög erfitt með þetta fag og það varð úr að því ég kynnist nú Halldóri gegnum Hringsjá, unni þar líka, að við ákveðum að slá saman og gera raunverulega bara svo heildstætt starffræðinámskeið fyrir efri bekk í grunnskóla, 7. til 10. bekk, á netinu. Þar sem nemandinn raunverulega settur bara upp á færibandi sem við talaðum, byrja fremst og fer svo bara í gegn. Það var 2+2? Já, nánast. Við byrjum í brotum og þar byrjum við í grunni og svo byggjum við þetta upp. Og þetta er þannig byggt upp að nemandi getur samt raunverulega komið inn þar sem honum hendar og hann getur hætt þegar hann vill, þannig að hann velur svolítið þetta. En þess vegna kemur Halldór inn í þetta með mér að hann er náttúrulega þaulreyndur stærðfræðikennari þarna og hann raunverulega semur þá kennsluefni frá grunni með þarfir þessara nemenda í huga og lúksusin í okkur liggur þá í því að við getum tekið nemenduna bara skref fyrir skref, eitt hænufett í einu áfram. Óháði raunverulega hvað hann er gamall, þannig að nemandi 10. bekk sem að basla getur komið inn hjá okkur og kannski á nokkrum mánuðum byggt sig upp. Já, og þetta er bara námsefni á netinu, aðgengilegt öllum sem skrá sig á þetta námskeið. Já. Þannig að maður þarf ekki að vera á aldrinum, maður þarf ekki að vera unglingur. Ekkert endilega. Þó þetta sé fyrir 7. til 10. Nei, ekkert endilega. Bara efnislega eru þetta tökin, sömur eru komnir í menntaskóla, voru ekki með góðan grunn og þeir fara inn til að byggja sig upp aftur. Aðrir vilja kannski vera hans á undan. Þannig að það er allir gangur því. Þannig að inn á heimasíðunni sem bara betranám.is, þar er raunverulegt að hoppa inn á síðuna og skrá sig. Já. Betranám.is og hvernig, hvað hafið þið séð? Hvernig svona árangri hefur fólk náð og hafið þið upplifað einhver breyting á lífi fólks? Já, við hefum fengið bara mjög góð ummæli frá foreldrum. Já. Það henda mjög mörgum til dæmis út á landi þar sem kannski úrræði eru fá. Það er kannski ekki mikið ekki alltaf sérkennara til staðar eða aukatímar í boði eða engakennarar eitthvað slíkt. Íslenska fjölskyldur í útlöndum hafa líka verið að nota þetta. Þannig að það hefur gefist mjög vel. Og svo er bara þessi kynslóð í dag, þau eru bara svo vön því að vinna gegnum tölvu. Þau eru vön sem YouTube-myndböndum og öllu þessu. Þannig að þetta er tungumál sem þau skilja. Mörg fyrir mun betur bókina. En ég fór hérna inn á þetta, betranám.is og þá kemur strax bootcamp starffræði. Og stendur hérna, fyrir nemendur í 7. til 10. bekk sem baslaði starffræði hafa dregist aftur úr eða vantar grunn. Akkur kallið þetta bootcamp starffræði? Upphaflega var þetta bara almennbrot. Það var bara hugsunin hjá okkur. Svo kemur náttúrulega þörfin fyrir því að bæta við og í dag er komin algebra og sem bætist á fyrir aftan, hann að færibandið er orðið lengra og með sumrunni kemur rúmfræði. Þannig að við vildum kannski ekki beint að kalla þetta þjálfuna búðir, en við viljum líka gefa þetta kynna að nemandi þarf að leggja eitthvað að mörkum, en þeir sem gera það, þeir komast langt. Þannig að þetta er svona smá vegferð sem nemandi fer í. Og maður getur smellt á panta viðtal. Er það á netinu líka eða kemur maður til ykkar? Já, þessi viðtöl eru hugsuð fyrir þá sem eru kannski í lestrarörðuleikum vegna lesblindu eða eitthvað svoleiðis og þetta eru kannski foreldrar sem vilja koma með börnin sín í stöðuviðtöl til þess að athuga stöðuna gagnvart þeim hluta námsins. Já, þetta er alveg ljómandi. En stærðfræðin er algjörlega á netinu, hún keyrir þar. Hún keyrir þar, já. Og finnið þið að fólk hvar sem er á landinu nýti sér þetta? Já, þetta er mjög breytt. Eðlilega eru hlutfallslega flestir á höfuðborgarsvæðinu, bara eins og þannig liggur það. Já. En það er fólk út alla trissur og þetta getur bara verið
bjarga fólki sem býr í þennan aðstæður eða ekki kosta að koma í bæinn eða neitt svoleiðis. Og kostnaður við þetta? Þetta er raunverulega bara mánaðagjald, þannig að fólk greiðir bara fyrir tíma sem það er inni, það er engin binding, þannig að þetta er kannski hlaupandi 10-12.000 á mánuði. Við miðum við þetta kannski þannig að fólk sé ekki að greiða meira, það myndi greiða kannski fyrir 2 engatíma, en það er að fá efni raunverulega á 3-4 daga fresti allan mánuðin fyrir þennan pening. Já. Það er að fá 2 tíma stuðning frá Halldóri, persónulega, í gegnum síma eða tölvupóst, þannig ef að barnið strandar, þá höfum við þannig að Halldór hringi bara í þig. Já. Og það er innifalið í þessu. Já. Og síðan höfum við þegar lengra líður bætt við engatímum sem fylgja þá með þessu líka. Annarkot því að Halldóri er öðrum starffræðikennar sem við erum með. Já. En móti kemur að það er engin áhætta ef barnið notar þetta, þá borgar bara þetta eina gjald. En þú hefur alltaf aðgang á öllu eldra efni, þannig að sá sem er búin að vera kannski 4-6 mánuði, hann er komið mjög góðan gagnagrunn af kennsluefni, myndböndum. En líka því að nú fólk er að læra á öllum aldri, þannig að ef að fólk ætlar í nýtt nám, alveg kúvenda og fara inn á nýjar brautir, að þá eru kannski sumir sem að upplifa það bara að þeir eru búin að gleyma öllu og vantar starffræðigrunnin aftur. Þannig að þá er hægt að fara þarna þó maður sé ekki á þessum unglingaaldri. Og oft er þá hópurinn sem hélt ekki áfram á sínu tíma. Já. Það er ykkur ástæði fyrir því að hann fór ekki lengra. Já. Þannig að oft er þannig að grunnurinn er bara ekkert í staðar. Einmitt. Þannig að þetta getur verið skynsamlega leið áður en þú dembir í dýrt nám, hættir að vinna eða ferði í einhverja föngreinadeildir eða eitthvað svoleiðis. Já. Þá er það svona allavega matsatriði. En samfariði minn og aðeins og okkur sem erum ekki sterk á svellinu í starffræðinni, hvers vegna þarf maður að læra starffræði? Jú, náttúrulega starffræðin er svolítið í okkar lífi. Við þurfum að hafa starffræðina. Þetta er náttúrulega rökhugsun mikið til að í okkar svona daglega lífi þá þurfum við rökhugsun til að leysa úr vandamálum og þar hjálpar starffræðin með það að svona kannski típist dæmi er að við þurfum að byrja eitthvað staðar á því að finna svona á byrjunni á dæminu hvað er vandamálið, hvaða aðferðum þurfum við að beita og það er svona eins og með vandamálin í lífinu og svo eru einhverjar leiðir að því og þær þarf að taka skref fyrir skref eins og í kennslunni, má ekki sleppa neinu einasta hænuskref í úrlausnir á neinu vandamálum, þá getur farið illa og svo er að lokum eitthvað niðurstaðar sem við komum í þetta. Þannig ég hef allt sagt við nemendur að það sé mjög mikilvægt að þetta sé hluti af okkar rökhugsun, að við notum starffræði í okkar daglega lífi í rökhugsun og það er náttúrulega mjög mikilvægt að sá hluti er að mínum að þetta er mikilvægast og svo er líka, við erum öll með peninga, þurfum að hafa fjármálin okkar á hreinu og það tengist beint þar og síðan er náttúrulega það sem ég hef séð hjá Hringsjá líka og þegar þú talar um nemendur sem eru kannski ekki á framhaldsskóla aldri og við erum með nemendur í Hringsjá sem eru 18 ára eldri að þar kemur þetta við komumst í rauninni, við viljum láta draum okkar rætast að fara þá í áframhaldandi nám og starffræðin er þar allstaðar. Í rauninni alveg sama inn á hvaða brautir við förum, hvað sem við viljum fara inn á raungreinabrautir og taka yfir 20 starffræðingar á framhaldsskólastigi eða við viljum fara inn á málabrautir, félagsfræðibrautir. Hvar sem áhuga sviði liggur þá þurfum við alltaf að taka starffræði í námi og líka ef við ætlum að fara í iðnnám. Það er svona sem útbreytum miskilningu kannski. Eða það sem ég heyri svolítið að ég fer í iðnnám þá þarf ég ekki starffræði í náminu mínu. Já. En það er alveg útbreytum miskilningu með það að það er til dæmis málarar ef við ætlum að fara í að vera málarar að þá þurfum við minnst ástu 2 starffræðiáfanga. Já. Og það eru með til dæmis þessi 2 mestu áfangar í starffræði á framhaldsskólastiginu sem eru þá 102 áfangin og síðan 122. Já. Og grunninn byggjum við í grunnskóla. Og hárgreiðslufólk til dæmis, það þarf, sem rekur hárgreiðslustól, það þarf að reikna út laun og sýsla með fjármál. Akkurat. Þannig að þetta starffræði kemur allstað við sögu. Einmitt og það er það sem að kannski er stundum réttlætingin fyrir hjá nemendum á öllum aldri að ég þarf ekki að nota þetta aldrei, þannig að við sleppum þessu bara. Já. En þetta er allstaðar í kringum okkur, starffræðin er allstaðar og snertir okkar líf á öllum sviðum. Já, og það er ekki gaman að vera með starffræði martraðir, þannig að starffræði kemur við sögu í vöku og draumi. Akkurat.
En við skulum ljúka þessu hér og við ætlum að hleypa að Robbie Williams. Ég veit nú ekki hvort hann er góður í starffræði en hann náttúrulega getur ekki nýtt sér þetta betra nám.is því að þetta er alltaf íslensku. Ennþá, já. En sem sagt, fyrir þá sem vilja kynna sér þetta betur, þá er bara að fara á netið betranám.is og skoða hvort þetta er ekki eitthvað fyrir okkur. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, gaman að heyra af þessari starffræði lausn fyrir landsmenn alla. Kolbeinn Sigurjónsson og Halldór Þorsteinsson, takk fyrir komuna. Takk fyrir okkur.